Góðan daginn og velkomin á fyrirlesturinn. Ég heiti Eva Kristín Dahl og verkefnastjóri sýninga hérna í Þjóðminjasafninu og með mér Hrönn Konráðsdóttir, sérfræðingur í Munasafni. Við ætlum að fjalla fornleifarannsóknir á Hofsstöðum í Mývatnssveit á 19. öld og fyrri hluta þeirra 20. Þetta tímabil mætti kalla árdaga íslenskrar fornleifafræði. Áhugi á fornminjum jókst og fyrstu skipulögðu fornleifauppgreftirnir fóru fram. Hofsstaðir í Mývatnssveit spila nokkuð stórt hlutverk í sögu íslenskrar fornleifafræði. En þetta einn mest rannsakaði staður á landinu. Á meðal þess sem hefur komið í ljós stór veisluskáli frá 10. öld og kirkjugarður sem var í notkun til ársins 1300. Tilefni fyrirlestrarins sýningin Saga úr jörðu sem í Bogasal. Að fyrirlestur loknum ætlum við að bjóða gestum í sal að skoða sýninguna með okkur. Hugmyndin fornt hof að Hofsstöðum hefur lengi verið til. Það ekki minnst á Hofsstaði í neinum fornritum en sagnir hof voru til í munnmælum í sveitinni. Hofsstaðarústin þótti mjög áhugaverð sökum stærðar sinnar og eflaust vegna þess að hún var mjög greinileg á yfirborðinu. Árið 1807 var stofnuð nefnd í Danmörku sem átti að safna upplýsingum fornminjar í Danska ríkinu. Árið 1809 var send spurningaskrá til presta á Íslandi en fá svör bárust. Árið 1817 var Finnur Magnússon skipaður í nefndina. Hann þýddi spurningaskrána yfir á íslensku og fékk þá tilbaka hátt í 200 skýrslur. Hægt að lesa þær í ritinu frásögur fornaldaleifar. Í skýrslunni frá prestinum í Reykjahlíðarkirkju meðal annars minnst á hurðarhring sem þá var í kirkjunni. Honum fylgdi svo saga að hann hafi verið í hofinu á Hofsstöðum. Hringurinn barst Þjóðminjasafninu árið 1877 og varðveittur í geymslum safnsins. Í aðfangabók ekki minnst á þessa munnmælasögu en líklega þetta sami hringurinn þó ég ætla nú ekki að fullyrða neitt uppruna hans eða aldur. Hann steyptur á kopar og liggur hringurinn í kjafti einhvers dýrs. Í frásögum fornaldaleifar það sagt selshöfuð en í skráningu safnsins ljónshöfuð. Sjáið þetta höfuð hér. Sitt sýnist hverjum. Danski textafræðingurinn Christian Kollund dvaldi á Íslandi á árunum 1872 til 1874. Tilgangur ferðarinnar var að gera athuganir á staðháttum á Íslandi með það fyrir augum að meta sögulegt gildi Íslendingasagna. Hann birti rannsóknir sínar í ritinu Íslenskir sögustaðir eða bidrag til en historisk topografisk beskrivelse af Ísland. Þar ítarleg lýsing á sýnilegum minjum á Hofsstöðum. Hann túlkar skálatóftina sem hof og gerðið ofan við hana sem hestarétt fyrir þá sem komu ríðandi til hofsins en minnist einnig á aðrar minjar í túninu. Hof voru mjög vinsælt viðfangsefni við minjarannsóknir undir lok 19. aldar og Hofsstaðir alls ekki eina viðfangsefni. Sigurður Vigfússon ritaði í fyrstu 2 hefti árbókar hins íslenska fornleifafélags rannsóknir á hofum. Sigurður var sjálfmenntaður fornleifafræðingur og forstöðumaður forngripasafnsins frá árinu 1874, en svo hét Þjóðminjasafn Íslands frá stofnun árið 1863 til ársins 1911. Í fyrra heftinu gerir hann grein fyrir rannsókn á tóft á Þyrli í Hvalfirði. Hann segir það fyrstu rannsókn á meintri hoftóft hér á landi og lýsir stórri, aflangri tóft með afhýsi, ekki ólíkri skálatóftinni á Hofsstöðum. Hann telur að ekki hafi verið innangengt á milli húss og afhýsis. Hann leitar í fornsögurnar til að túlka minjarnar og telur meðal annars að veisluhöld hafi farið fram í stóra skálanum en að afhýsið hafi verið helgidómur sem aðeins goðar máttu fara inn í. Árið 1882 skrifar Sigurður aftur í árbókina hof. Þá hafa farið fram 2 uppgreftir til viðbótar á meintum hofum, á Ljárskógum og Rútstöðum á Vesturlandi. Báðar rústirnar hafa sambærilega húsaskipun og þyrli og hann segir að það styrki fyrri ályktun hans húsagerð hofa. Daniel Brún var liðsforingi í danska hernum en ungur á árum hafði hann fengið áhuga á fornleifafræði og menningarrannsóknum.
Árið 1894 fór hann til Grænlands til að rannsaka byggðir norrænna manna og eftir þá ferð sótti hann styrki til að komast í rannsóknarferð á Íslandi. 2 árum síðar, árið 1896, kom Brún fyrst til Íslands, en sú ferð var aðeins og fyrsta af mörgum því að hann kom alls til landsins 13 sinnum og stundaði umfangsmiklar fornleifarannsóknir. Á þessari fyrstu ferð sinni landið kom Brún til Hofsstaða. Þá lýsti hann og teiknaði upp rústirnar og þið sjáu teikninguna hans hérna, þar sem stór skáli, lítil hringlaga tóft sem hefur í seinni tíð verið túlkuð sem jarðhýsi og gerðið sem að Kristján Kólumbus minntist á líka. Lýsing hans einmitt keimlík skráningu Kristjáns Kólumbus sem var gerð rúmum 20 árum áður. Hérna til hliðar forsíða lesbókar Morgunblaðsins frá júlí 1982. Tilefni umfjöllunar Brún að Steindór Steindórsson frá Hlöðum hafði þá gefið út bókina Íslenskt þjóðlíf í 1000 ár eftir Brún og gerð hafði verið heimildamynd ferð Brún yfir Kjöl í leikstjórn Ágústs Guðmundssonar. Það má líka geta þess að eftir Brún liggur mjög skemmtilegt myndasafn á vef Þjóðminjasafns Dana sem hægt að skoða og mjög fallegar og skemmtilega teikningar eftir hann frá Íslandsferðunum. Árið 1898 skrifaði Finnur Jónsson í árbók hins íslenska fornleifafélags Hof. Hann var íslenskur málfræðingur, bókmenntafræðingur og prófessor í norrænni textafræði við Hafnarháskóla í 3 áratuga skeið. Finnur taldi að Sigurður Vigfússon hefði ekki verið nógu gagnrýninn á heimildirnar sem hann notaði við túlkun hofrannsóknanna. Finnur studdist sjálfur við sögurnar en leitaðist við að finna þá frásögn sem hafði mest sannleiksgildi. Hann talaði fyrir því að meiri áhersla yrði lögð á uppgreftri svo kanna mætti hvað væri áreiðanlegt í fornum hoflýsingum. Nú ætla ég að gefa orðið til hennar Hrannar. Þá víkur sögunni að Brynjólfi Jónssyni frá Minnanúpi. Hann var sjálfmenntaður rithöfundur og fræðamaður. Hann glímdi við slæma heilsu sem olli því að hann gat ekki unnið venjuleg sveitastörf og menntaði sig upp frá því fornleifafræðinni til mikils happs. Árið 1893 var Brynjólfur ráðinn til hins íslenska fornleifafélags til að skrá fornminjar út allt land. Brynjólfur skráði fornleifar og safnaði forngripum í 16 sumur fyrir hið íslenska fornleifafélag og skrifaði rannsóknir sínar í árbók hins sama félags. Sumarið 1897 vann Brynjólfur meðal annars að rannsóknum með Daníel Brún í Hrunamannahreppi og gróf með honum upp tóftir á Þórarinsstöðum, Laugahvömmum og loks í Tjarnarkoti við Hvítárvatn. En eftir það sneri Brynjólfur til baka þar sem hann treysti sér ekki lengra, en Brún og samferðamenn hans fóru þaðan yfir Kjöl. Brún tók þessa skemmtilegu mynd af Brynjólfi á einhverjum af ferðalögum þeirra. Og hoppaði hann sérna yfir í næstu mynd. Þar sjást bæði Brún og Brynjólfur. Brynjólfur situr á hesti og Brún fyrir neðan, eitthvað að spjalla við hann. Það sést á myndinu að Brynjólfur vel búinn og á sauðskínskóm, en Brún hins vegar í þessum fínu dönsku stígvélum, jakkafötum og stígvélum. En Brún bar afar mikla virðingu fyrir Brynjólfi og taldi rannsóknir hans mjög góðar. Förum hérna tilbaka. Árið 1900 var Brynjólfur síðan á Hofstöðum við skráningar sínar. Þar skráði hann sýnilegar minjar í túninu og túngarða í kring. Þó að teiknistíll hans og Daníels Brún sé frábrugðinn, má sjá á uppdráttum þeirra í grófum dráttum sömu minjar. Brynjólfur skráir þó túngarð sem ekki á teikningu Brún en kemur fram í lýsingu Kristjáns Kólumbus aldarfjórðungi fyrr. Hérna sjáum við tóftina og afhýsið hérna.
Í árbók hins íslenska fornleifafélags árið 1901 lýsing Brynjólfs á Hofstað rústinni, en þar bætir hann við. Ég get ekki neitað því að mér þótti þessi hoftóft næsta einkennileg og hefði gjarnan vilja grafa hana úr, en því var nú að sleppa. Þótt leyfi hefði fengist til að grafa svona mikinn gröft í túninu, þá var enga verkamenn hægt að fá. Enda hefði það orðið mér ofvaxinn kostnaður að grafa hana svo fullkomlega út sem þurft hefði. Svo skulum hafa það í huga hér að Brynjólfur einna fróðastur fornleifar í landinu og eitthvað við tóftina hefur greinilega vakið mikinn áhuga hjá honum. En nú kveðjum við Brynjólf og snúum okkur aftur að Daníel Brún og Finni Jónssyni. Sumarið 1908 sneri Daníel Brún aftur á Hofstaði með styrk frá Karlsbergfonten, þá í fylgd með Finni Jónssyni, í þeim tilgangi að grafa upp hof. Við tók umfangsmikill uppgröftur á Hofstöðum, líklega sá umfangsmesti hér á landi á þessum tíma. Þetta var ein fyrsta meiriháttar vísindalega fornleifarannsóknin hér á landi og var virkilega vönduð. Þeir með aðstoð verkamanna grófu upp úr skálatóftinni allri sem var 45 metra löng og 5 til 8 metra breið. Könnuðu þeir einnig 2 viðbyggingar og grófu skurð í hringlaga tóft norðan við skálan. Niðurstaða þeirra var sú að þarna væri án efa veisluskáli og hof. Og hérna á þessari mynd horfum við í suður og sjáum gamla Hofstaðabæinn hérna lengst fyrir sunnan. Og fyrst sjáum við afhýsið og síðan skálan lengra í suður. Hér bætti ég við einni skemmtilegri mynd af Brún, bara vegna þess að nokkuð erfitt að grafa upp myndir af manninum. Hann virðist hafa verið meira og minna á bak við myndavélina sjálfur, tók merkilega myndir hér á landi, en þessa mynd tók Sigfús Eymundsson af Brún og allavega 2 samlöfundum hans. Fyrstur frá vinstri Brún með þennan fína hvíta safarilega hatt. Þá líklega Kristján Túren arkitekt og síðan Petrus Bæjer læknir, en ekki veit ég hver 4. maðurinn Mér langar til að trúa því að þessi mynd, sem Brún tók á Íslandi, sé svona uppgrafta liðsmynd eins og hefur tíðkast í seinni tíma uppgröftum að taka. Eina góða mynd af starfsliðinu hverju sinni. Þarna að minnsta kosti Finnur Jónsson. Þarna. Annar frá vinstri og unga manninn sem stendur fyrir aftan hægt að sjá. Þarna. Hægt að sjá á öðrum myndum úr uppgröfturum á Hofstöðum. Ekki hef ég nú fleira fyrir mér í þessu og allt eins líklegt að þessi strákur hafi farið víðar með Brún og Finni. En spenningurinn yfir uppgötvuninni á hofi á Hofstöðum var svo mikill að Brún sendi eftirfarandi símskeyti til Danmerkur til að tilkynna niðurstöður uppgraftarins. Ef við þýðum skeytið yfir íslensku þá stendur þar, svona í lausu máli, fornleifafundur á Íslandi. Frá Akureyri þetta símskeyti sent til RB. Kapteinn Daníel Brún og prófessor Jónsson hafa staðið fyrir uppgreftri á stóru heiðnu hofi á Hofstöðum með framúrskarandi afrakstri. Þá hafa fundist í Svarfaðardal og Eyjafirði dysjar sem staðfesta trúverðugleika mismunandi fornsagna. Við snúum okkur aðeins af uppgreftrinum sjálfum aftur, þá hér uppgrefta teikning frá Brún sem mjög skýr og eins og allar hans teikningar mjög falleg. Niðurstöður rannsóknanna voru þær að skálinn sjálfur, sem við höfum nú kannski minnst á var talin veisluskáli, viðbygging við norðurenda hans var talin hof, goðastúka og hringlaga mannvirkið sem hér gryfja sem í hafði verið hent úrgangi frá veisluhöldum.
Þessar niðurstöður voru birtar víða heim og voru þá fyrstu minjar Hofs frá víkingaöld sem rannsakaðar höfðu verið. Til samanburðar má svo sjá hér teikningu frá seinni tíma uppgröfturinum á skálanum sem var grafin aftur upp seint á 20. öld. Hér sjáu þið hvað myndirnar eru bara nánast eins. Nema hér eru teiknaðar hólur líka. Svörtu reitirnir eru hólur, en hér eru bara teiknaðar steinarnir. Og helgast það nú líka því að gólfið var ekki grafið upp þegar brún gróf þarna, en síðan grafið upp hér og þá finnast hólurnar undir. Frá seinni tíma uppgröftum eru þó ekki til svona rómantískar og fallegar teikningar eins og þessar. Hér sjáum við eldstæðið sem var í miðjum skálanum. Hérna megin. Og síðan horfum við til norðurs yfir uppgröftin. Á seinni myndinni þar sem eldstæðið sést líka í miðjum skálanum. Og afhýsið þá hérna megin núna. Skráningar Brúns samanstóðu af skýrslu, ljósmyndum, athugasemdum og teikningum eins og við sjáum á næstu 2 myndum. Þessi gögn eru varðveitt á Þjóðminjasafni Danmerkur og hægt að skoða þau á vefsíðu þeirra. Árið 1909 héldu Finnur Jónsson og Daniel Brún fyrirlestur í Danmörku rannsóknirnar og lýsir þessi blaðagrein skemmtilega fyrirlestrinum. Þar sögðu þeir frá hofum úr fornsögum og hvernig nota mætti þær til að túlka minjarnar. Túlkun Brún á minjunum mjög áhugaverð og eiginlega dálítið ævintýraleg. Stóra rýmið segir hann vera veislusal en hið minna túlkar hann sem guðahús. Þar telur hann að skurðgoð hafi staðið og jafnvel að veggir á milli rýmanna tveggja hafi ekki verið í fullri hæð svo hægt væri að sjá goðin úr veislusalnum. Þó tekur hann fram að það vanti allmikið af þessu afhýsi, þar sem yngri byggingar hafa raskað svæðinu. Því erfitt að sjá hvernig hægt var að rökstyðja þessar niðurstöður, en til þess notuðu Finnur og Brún aðallega Eyrbyggja-sögu, en þar svipuðu hofi lýst. En kenningarnar eru óneitanlega skemmtilegar og áhugaverðar. Hann ræðir líka niðurstöður uppgröftarins sem hægt að rökstyðja, svo sem lýsingu á stærð og innra skipulagi skálans, setum meðfram skálanum, sem gerir þá ráð fyrir að 75 manns komist fyrir þar í sæti. Og hér sjáum við nánast eins myndir frá hofstöðum úr uppgröftum, nema svo fyrri tekin 1908 og svo síðari 1995. Hérna tekin 1908 Brún og hér 1995 úr seinni uppgröfturinum og þarna þeir að grafa upp skurðinn sem að Brún og félagar grófu þarna. Það voru ákveðnir annmarkar á þessari rannsókn þrátt fyrir hún hafi verið mjög góð á sínum tíma. Það voru ekki komnar aðrar vísindalegar aðferðir við tímasetningu fornleifa en gerðfræði gripa. Fáir gripir fundust á hofstöðum og enginn sem var hægt að nota til aldursgreiningar. Því var bara ákveðið að minjar þessar væri frá víkingaöld án nokkura beinna sögu sönnunargagna annarra en húsagerðar. Á þessum tíma var líka aðeins grafið innan úr byggingum og ekki gólfið, heldur bara niður á það. Síðari tímarannsóknir lagfærðu dálítið þessi vandamál, sérstaklega það að komast tímasetningum. Því aðferðir eins og gjóskulagafræði og geislukolsmælingar höfðu þá verið fundnar upp. Og svo komum við að Ólaf Olsen sem seinasti maðurinn hér sem að rannsakar Hofsstaðarústina 1965. Og já, hann seinastur fyrir þessa seinni uppgröftir sem eru frá 95. Ólaf Olsen, fornleifafræðingur frá Þjóðminjasafni Dana og síðar þjóðminjavörður Dana, sótti Hofsstaði heim árið 1965. Kenning Olsens var svo að engin sérstök hof hafi verið á víkingaöld.
Í stað þess taldi hann að stórir skálar hafi verið heimili höfðingja, þar sem einnig hafi verið haldnar mannmargar veislur. Olsen gróf upp úr skurðibrún í gryfjuna sem við sáum hérna á seinustu mynd. Það er því mér ekki til mynd af honum á sama stað, en hann gróf í sama skurðin. Niðurstaða hans var að þetta væri ekki gryfja fyrir úrgang, heldur stór soðarhola, þar sem mikið magn matar var eldað fyrir veisluhöld. Og staðfesti kenningu hans að ekki hafi verið sérstakt hof á staðnum. Saga rannsókna á Hofstöðum helst í hendur við sögu fornleifafræði á Íslandi og því alveg stórmerkileg meðal annars af þeim sögum. Nú höfum við aðeins rekið sögu þessara fyrstu rannsókna og umræða hof eða ekki hof. Hins vegar förum við aðeins rétt fram yfir miðja 20. öld. Rannsóknarsagan nær alla leið til okkar tíma. Og ef þið viljið vita meira, þá mæli ég með að horfa á fyrirlestur Gavins Lúkasar sem aðgengilegur á YouTube síðu safnsins, þar sem hann fjallar uppgraftar árin 1995 til 2002 á Hofstöðum, þar sem verið var að grafa aftur upp skálan. Á sýningunni hérna upp í Bogasal má líka sjá bréf frá Olsen til Gavins, þar sem hann óskar þeim síðarnefnda til hamingju með uppgröftinu á Hofstöðum. Þá bara þakka ég fyrir og bara biðjum spurningar ef einhverjar eru. Og hér má líka spyrja á Teams.